Suður á Víkingum í toppleik, hvernig var fyrstu viðbrögð? Já, mér fannst við koma mjög vel inn í leikinn og fyrri hálfleikur bara mjög góður. Þetta auðvitað, þeir eru með geggjað lið, við erum með gott lið og þetta alltaf hörkuleikir, alltaf dramatík og það var aftur í dag og loksins vorum við réttu megin við, við úrslitin. Við erum búin að detta svolítið í jafntefli eða hinum megin síðustu kannski 4-5 leikir, þannig að það var ógeðslega bara geggjað þegar þetta datt hérna fyrir Patti var ekki að klikka þessu og fannst við svolítið bara lélegir í fyrsta, ég veit ekki hvað mínúta þeir skora, það eins og við séum að bíða eftir að þeir skori sem bara mjög svekkjandi og eitthvað sem við þurfum að horfa á þó við höfum 14 mínútum af 15 inn í hálfleik að tala að við ætlum ekki að láta það gerast. Þá einhvern veginn fótboltalegt eðlið þannig að maður slakar einhvern veginn á og við bara vorum ekki nógu góðir þó við fengið eitthvað smá færi hérna á voru þeir bara flottir og þeir eru náttúrulega bara með geggjað lið og það er bara erfitt að vinna á þessu velli og ekki mörg lið sem gera það. Þannig að nú þurfum við bara að halda áfram. Stórt augnablik, rauða spjaldið, maður hafði áhyggjur á þér ef þú fékkst þennan skell, hvernig upplifir það? Ég sé bara nóg pláss, Tryggvi með geggjaða bolta, hélt ég væri að fara að fá færi og var svolítið hissa að sjá Ingvar kom út og maður bara öskar smá. En ég vissi að ég þyrfti að snerta boltana því að ef hann fer bara í boltan og ég bakk út þá er það náttúrulega bara ekki brot. Þannig að ég tók eitt fyrir lið og setti hausinn í boltan og svo bara keyri hann inn í mig. Hann náttúrulega örugglega nokkrum kílóum þyngri en ég er ekki þungur, þannig að það var ekki þægilegt en þessi virði. Finnur ekkert fyrir þessu núna? Jú, en það er eins og ég segi, þessi virði. Hversu sætt var að sjá Patrik Pedersen sitja hann inn á 90. Það var bara geggjað. Það var bara ógeðslega sætt. Aftur kem ég að því, fá þetta til að detta okkar megin. Maður var orðinn svolítið pirraður svona, maður hafði alveg trú á sig en þegar leið á tímann og þeir voru farnir að feika svona meiðsli og maður var svona, er þetta að fara að vera 1-1 aftur. Þannig að það var geggjað sætt að sjá hann skora. En að því sögðu þá erum við ekki búin að vinna neitt á þessu ári og það fáum jafn mörg stig fyrir leikinn sem er næstu helgi í deildinni. Við höfum reyndar Evrópuleik á milli en þeir eru bara 3 stig og við þurfum að vera á toppnum þegar síðasti leikurinn fer í október. Hversu gaman að vera valsari núna í toppsætinu, bikarúrslit og vinna Evrópuleiki? Bara skemmtilegasti klúbbur til að vera á Íslandi í dag. Það er bara hannig. Góð lokaorð. Takk.